1, 2, 3. When I was a young man, I went away from home. I was not strong then and all alone. But now I'm older and now I'm back at home. I remember I told her when I left alone, alive, but I need to be alive, need to fly up into sky. I want to get high, alive, oh I need to be alive, wanna fly up into sky, need to get high. I wanna be high on life. And my only way is that I know no longer stay. I need to go. When I saw her, the girl I loved before, just like an old blur, there was nothing more. I'm so happy that I left that day. My old town is crappy, no excuse to stay alive. Oh, I need to be alive, need to fly up into sky. I want to get high, alive. Oh, I need to be alive, I wanna fly up into sky. I need to get high, I wanna be alive. And my only way is that I know no longer stay. I need to go. Alive, oh, I need to be alive, need to fly up into sky. I want to get high, alive, oh, I need to be alive, I wanna fly up into sky. I need to get high, need to fly up into sky. I want to get high, oh, alive, oh, I need to be alive, wanna fly up into sky. I want to get high, alive. Glæsilegt. Þetta var nú dásamlegt. Hæ Jóna. Hæ. Gjörðu svo vel, Henning. Við ætlum að fá ávarpa hérna aðeins prestarnir í Vídalískirkju. Verðið innilega velkomin að skjánum og hér sendum við kærleikskveðju úr Vídalískirkju og það var nú þannig að það var alltaf inn í prógraminu að Már Gunnarsson kæmi til okkar í dag til þess að gleðja okkur hér í Garðabænum og svo eru hlutirnir þannig æxlast þegar við náum bara að gleðja alla landsmenn. Og ég hugsa líka að svo er það heldur ekki tilviljun að við fáum því hingað í dag, Már, það sumir stjórnað, akkurat á þeim tíma þegar að íslensk þjóð þarf á miklu þolgæði að halda og þrautseigju og getu til þess að yfirstiga hindranir. Þá ert þú komin hérna og líka hún Íva sem ætlar að syngja með þér á eftir og þess vegna verður þetta kennslustund í því hvernig við tökumst á við hluti með stæl. Það ekki bara? Jú, með stæl. Það góð kennslustund, held ég. Já, ég held það. En ég ætla að segja, kæri Már, vertu innilega velkomin. Takk fyrir þá, gaman að komin aftur. Já. Þetta þriðja skipti sem ég kem í kirkjuna. Já. En hver Már Gunnarsson? Sko, ég myndi nú bara að spyrja hann ef ég væri þú. En ég veit ekki... Nei, ok. En ég svona 20 ára og Jesús bráðum 21 árs. Já. Bara eftir 3 vikur. Já. Ég sagði Jesús í kirkju, má það? Já, við segjum rosa oft Jesús hérna. Ok, en allavega ég svona fæddur 19. november 1999 í Reykjavík og fæddur með augnsjúkdóm sem heitir Leber congenital amaurosis eða skammstöfunin LCA sem hrörnun í augnbotnum. Ekki biðja mig nánari lýsingu vegna þess að ég búinn að gleyma henni. Mér var ekkert tíma kennt að segja nákvæmlega frá hvernig þessi sjúkdómi var en það fór bara inn eitt út hitt.
En ég músíkant og íþróttamaður. Ég stefni á Ólympíuleikana á næsta ári, hefði átt að fara út í ár og þriðji hraðasti baksviðsmaður blindra í heimi. Og síðan í músíkinni þá spila ég á píanó og syng. Og hingað til hef ég gefið út eina plötu, nokkra singla og síðan auðvitað við Íva í sumar gáum saman út lagið Barn eftir Ragnar Bjarnason í uppfærðri útgáfu sem kom mjög skemmtilega út og náði held ég bara rosalega góðu flug. Már, má ég biðja þess að segja mér svona frá æskuðinni, bara hvernig þú upplifðir hana? Sko, æska mín í sjálfu sér held ég hafi verið svona dálítið góð, mjög góð, en auðvitað eru kannski ákveðin atriði sem eru flóknar hjá mér heldur en kannski á þeim sem fæðast innan gæsalappa eðlilegir. En síðan aftur á móti það sem ég gleymi ekki heldur er að það eru svo miklu fleiri sem hafa það svo miklu verra en ég hef það bara held ég bara mjög gott. En ég hef alltaf verið mjög aktífur einstaklingur, bæði sem krakki og svona. Ég man alltaf eftir því að ég var lítill, það var alltaf svona, eins og ef ég fór í afmæli eða eitthvað, það var alltaf það fyrsta eða síðasta sem að foreldrar mínu sögðu við mig þegar þau settu mig fyrir utan húsið bara og Már, góða skemmtun og myndu ekki hlaupa! Þannig að það er eitthvað sem ég gerði endalaust af, það er þetta skemmtilegasta sem ég geri, það er að hlaupa. Þannig að ég lendi oft í því að stanga vegg eða stanga fólki eða hlaupa á borð eða einhvern tíma hljópi á tré og tönnin varð eftir í trénu og ég veit ekki hvað. Þannig að ég hef alltaf verið rosalega aktífur. Og kannski akkurat gerði mér ekkert grein fyrir því hvað það er að vera blindur eða vera sjónskertur. Þá var sjónin mín betri heldur en í dag. Ég fæddist með sirka 8% en núna er það komið í rúmt 0,5% eða eitthvað. Og þegar sjóniðin er komin niður á þetta level þá skiptir hver einasta komma máli. En svona til marks fyrir það kannski að ég áttaði mig eins og segja á því hvað það er að vera blindur. Eins og það var einhver krakki sem spurði mig þegar ég var 6 ára bara Már, hvað ætlar þú að vera þegar þú ert stór? Þá sagði ég ætla að vera flugmaður eins og pabbi. Og þá sagði hann, ha? En þú getur það ekkert? Hvað meinarðu? Segi ég, þú ert blindur? Já. Þá er ég bara rútubílstjóri í staðinn. Þannig að það var svona, voru svona ákveðin atriði sem maður kannski átti að segja ekkert á. Vegna þess að í sjálfu sér þá er þetta ekkert öðruvísi. Við höfum öll gaman af hlutunum, við erum að gera okkar atriði, skilur þess að þáttu sjá hennar minna með hennar stimpil blindur, þá er þetta ekkert öðruvísi. Þetta er nákvæmlega sama. En síðan byrjaði þetta í grunnskóla þegar ég er 6 ára og þá aftur á móti áttum við okkur á því að íslenska skólakerfið var ekki, og því miður held ég er ekki gert með það að leiðarljósi að blindir einstaklingar nái að njóta sín þar til fullnustu. Og á þeim tíma var ekki til þekking, tæknibúnar eða vilji til þess að gera blindum einstaklingum að mínum mati kleift að læra eins og það er hægt að gera undir venjulegum kringumstæðum. Þannig að við, eða foreldrar mínir, leituðu erlendis og við fluttum til Luxemborgar þar sem að ég fékk alla þá hjálp sem ég þurfti. Ég lærði blindraletur, ég lærði að lesa eða nota tölvur, ég lærði að ganga með blindrastaf sem er afskaplega mikilvægt fyrir einstaklingar sem mig og bara alla sem sjá ekki. Ég kynntist í Luxemborg fullt af frábæru fólki. Ég lærði að tala luxemborgísku, þýsku. Ég var að vísu ekki nógu góður í frönskunni þannig að þeir felldu mig í 3. bekk í frönsku. En þeir lentu smá vandræðavinna þess að ég stóð mér rosalega vel í öllu öðru nema frönskunni. Þannig að þeir létu mig vera 50-50 í 3. bekk og 4. bekk sem var mjög skrítin ákvörðun og náttúrulega bara ömurleg framkoma. Bara upp á eins og að mynda félagsleg tengsl við bekki sinn og þetta bara, það var ekki gott. En þannig ég græddi rosalega margt á Luxemborg en auðvitað voru hlutir sem voru kannski ekki eins og þeir ættu að vera. Ég ætla að segja við þig, Már, það er alveg svona einkennandi fyrir þig að þú ferð að segja frá þessum sjúkdómi, svo bara veist ekkert hann. Já. Og ég vissi bara hversu dásamlegur er þessi maður af því að og það segir mér bara það sem ég hef alltaf séð í þér að þinn augnsjúkdómur stjórnar þér ekki. Nei. Og það finnst mér og það sé ég með þig og Ívu líka og það er það sem gerir ykkur svo ótrúlega sjarmerandi að þið eru sjálfi stjórnvölin. Þið eru mjög ákveðna manneskjur, ég sé það í ykkur báðum, alveg stálvilja og ákveðin
að hérna, það eru, ég einmitt þegar ég komið hérna inn áðan sko, auðvitað náttúrulega bæði blind með blindrastaf og hérna gengur svo hvatskýtslega og við sögum, heyrðu, að það eru nú hérna vélar og svona sem hægt að detta sko, en þið bara, það sem líka svo ótrúlega gefandi. Sko það skiptir akkurat máli eins og þú segir að sko maður stjórnar því sem maður stjórna getur. Ég get ekki stjórnað hversu mikið ég sé, þannig að maður verður bara að passa akkurat að hafa bara stjórn allir hínu og hérna, en aftur á móti þá það samt því miður þannig að rosalega margir einstaklingar þeir sko skamma sín fyrir fötlun sína og ég skil það að mörgu leyti. Það ekki gaman en alltaf að vera öðruvísi eða geta kannski gert nákvæmlega sama allir aðrir en það eitthvað sem að í rauninni þú veist það samt svona hvernig ég orða það eins og þú til dæmis Jóna ég myndi segja að þú til dæmis mjög svona heilbrigður einstaklingur ekki allir sammála en þú getur samt alveg potið ekkert gert allt saman skilurðu? Hvað segirðu? Þú getur samt potið ekkert gert allt saman skilurðu? Þú hefur þína hæfileika, þú hefur þína styrkleika skilurðu? Og það að sama með einstaklingar sem með greiningar og þess vegna alltaf mjög sorglegt að það eru einstaklingar sem eru með fatlanir eða eru sjónskertir sem að skamma sín fyrir sjónina, skamma sín fyrir fötlunina eins og ég þekki rosalega marga einstaklinga blinda sem að kjósa til þess að ganga ekki með staf. Þeir vilja frekar labba bognir í baki og þreifa fyrir sig með tánum vegna þess að þeir halda að það líti betur út heldur að labba með hann staf. Það rugl. Stafurinn bæði öryggistæki fyrir mig og hann öryggistæki fyrir aðra vegna þess að ég vil að aðrir viti í kringum mig að þarna að koma einstaklingur sem sér ekki. Og ég hef verið umgangast einstaklingar sem að ganga ekki með, sem að sjá ekki raskat og ganga ekki með staf. Það tómt vesen og sko eins og einhvern tíma var ég að ferðast með hérna, einstaklingi sem akkurat kaus að ganga ekki með staf og hérna, þú veist, það bara svo rosalega margt, þú veist, við vorum á flugvelli eða eitthvað og fólk vissi ekkert að hann væri blindur eða blind og eins og þú veist, það bara skiptir máli að ganga með staf þegar það option að ganga með staf og sömulegis þá eru atriði sem að hérna einstaklingar með fatlanir og greiningar eru að láta hafa dálítið áhrif á sig. Það til þess hvernig fólk talar við það og það skil ég líka. Það ógeðslega leiðilegt ef maður kannski að labba einhvers staðar með vinum sínum og það kemur einhver bara þú svo duglegur þú svo duglegur að labba með hennar staf og svo labba þarna og hinga en atriðið samt að yfirleitt meinar fólk vel og það eitthvað sem að við megum ekki taka alltaf frá þeim fólk verður kannski að átta sig á því að við eigum að koma jafnt og eins fram við alla hvort sem við með greiningar ekki ég tala nákvæmlega eins við ykkur og einstaklingar sem eru kannski með greindarskerðingu eða eru með eitthvað sko, þú þarft ekki til dæmis að tala í gegnum fólk sem til dæmis rosalega algengt til dæmis eins og, heyrðu Jóna mín hann Henning, hann ekki hvernig hefur hann Henning það í dag hvernig finnst honum að standa og tala hérna við okkur skilur við, hvernig svona atrið, þetta rosalega algengt ég alltaf að lendi í þessu, Íva alltaf að lendi í þessu og þetta fer í taugarnar okkur báðum en þetta samt eitthvað sem að maður verður að þetta bara ignora sko en þetta kannski líka eitthvað sem kannski með tímanum fólk átta sig á að maður þarf ekki að breyta því hvernig maður talar við fólk eftir því hvort það sé með einhverja greiningu eða ekki Heyrðu, en það Keflvíkingur hérna Já, ekki? Við höfum það að segja mér nema það ég ekki fæddur í Keflavík, ég fluttaði þangað fyrir 8 árum Þannig að þú ekta Keflvíkingur og ég svona gerfi Keflvíkingur Já, ég hef svona ekkert farið í það en hérna, við höfum nú hist á leikjum sko, það var rétt að nefna það kannski Ok En hérna, mér langar aðeins að sko spyrja því þú ert eiginlega búin að svara spurningum sem ég ætlaði að spyrja næst en mér langar að segðu mér aðeins frá hérna segðu mér aðeins frá sundinu segðu mér aðeins frá því Af því þú ert syndari Már Já, ég er syndari en það að vera í hérna, að synda blindur er áskorun maður náttúrulega sér ekki bakkann
þannig að pabbi alltaf í því að hlaupa á milli og berja mig í höfuðið með priki þannig að ég viti hvenær ég kom í bakkann. Ég hef nefnbrotnað við að fara á bakkann, það var áður en að við byrjuðum á þessu og ég hef ekki beðið þess bætur í dag. Ég fór í einhverja aðgerð fyrir 2 mánuðum sem mann klikkaði og það var tómt vesen. En síðan líka atriði það að halda sér beinum á brautinni. Það getur erfitt og það er mjög vont til þess að fara með puttana í línunar eða ég fór daginn með hérna í línuna, það er mjög vont. En annars held ég að synda blindur sé bara nákvæmlega, ekki eins og að synda ekki blindur. Þú náttúrulega hefur líkamlega burði á við einstakling sem hefur sjón, en eins og að kenna tækniatriði. Það getur rosalega flókið vegna þess að einstaklingur sem að sér, þjálfarinn getur sagt, heyrðu, gerðu svona, eða gerðu svona eins og þessi þarna, eða eitthvað sko, en það er ekki hægt með mér. Það þarf að taka mig sérstaklega upp úr og taka hendina mína og gera hérna og gera svona til þess að sína mér nákvæmlega allar þær hreyfingar sem ég á að gera. Þannig að þú ef pabbiðin eitthvað pirraður þá voru að passa að hann berjið ekki fast í hausinn. Nei, hann er aldrei pirraður. Það er ekki, já. En segð mér að því að nú ert í 3. sinn sem þú kemur til okkar. Já. Og það er náttúrulega, það er engin tilviljun. Við viljum fá þig á hverju ári, því að þú hefur boðskap að flytja fólki og og þú er svona komið hingað og við höfum verið með eitthvað svona stórstjörnum þér til höfuðs svona á venjulegum óskastundum, en það er enginn að ræða um þær sko, þetta er búið sko, það er að tala um það sem þú varst að segja fólkinu og þú hefur og okkur þykir vænt um það. Mér þykir bara ótrúlega vænt um að koma. Já. Og mér langar að spyrja þig sko að ég man það bara frá því þegar maður heist áður að þú ert mjög svona með skýr markmið alltaf þegar þú tala við okkur á hvað ert að stefna núna? Hvað er svona það sem þú ert að vinna að bara þessa dagana? Sko, akkurat í dag erum við að taka upp tónlistarmyndband við lag sem er að koma vonandi bara út næstu helgi með þess að kameramaðurinn er í sal og allt er bara rétt stökkum hingað til að hitta ykkur og við erum að fara að halda áfram síðan eftir. Þannig að það er að koma allan út lag núna eftir viku, cirka. Síðan erum við Íva alltaf eitthvað að syngja saman og erum að undirbúa jólin og í Sundinu þá er það auðvitað Ólympíuleikar á næsta ári og vonandi bara verður af þeim. Það eru á planinu hjá mér eru tónleikar í Pólandi 7. desember en með það voru 20.000 COVID-smitt þar í gær þá er ég ekkert rosalega bjartsýnn á þeir verði. Þannig að eins og segist, það er gott plan framöndan. Síðan langar mig líka kannski að kíkja í háskóla einhvern tíma seinna meir og eins og ég segi, það er hægt að gera ýmislegt. Það er einhvern veginn, það er alveg eins og Henning segir, það er einhvern veginn, þú hefur einhvern veginn svona einhvern karisma sem gerir það að maður verður alltaf svo glaður og uppörvaður og bjartsýnn og allt þegar maður hittir þig. Þetta er nefnilega þannig. Sömuleiðis hérna. En nú er komið að lokum. Er þetta búið? Nei, þetta er sko ekki alveg búið að því að lokumspjallsins, því þú ætlar svo að leyfa okkur að heyra meira í þér. Við erum að höfða sérstaklega líka með þessari stundu fermingabarnanna og þau ætla að láta okkur vita og heyra hvernig þeim fannst boðskapurinn. Það er bara algjörlega frábært og svo er hún Íva hérna. Íva er hérna? Já. Og þið ætlaði að taka lagið ykkar sem að ég alveg elsku út af lífinu. Það er eitthvað hvað ég horfði oft á myndbandi með ykkur og þið eru náttúrulega bæði svo falleg og svo bara syngið þið svo vel og það var eitthvað svo falleg samvinnan á milli ykkar. Það var dásamlegt. Ég er mjög ánægð með þetta verk. En eigum við ekki bara að bjóða hana Ívu velkomna og koma hérna til okkar og hvað heitir aftur saxofónleikarinn? Guðjón Steinn og Davíð Sigurgeirs, okkar maður og hér er hún Íva komin. Ég var nú að groppa með á því hún væri hefði búið í Garðabænum, hún flutti sig aðeins yfir í Kópavoginn. Svo til útlanda í millitíðinni. Og svo til útlanda í millitíðinni og Eurovision og ég veit ekki hvað og hvað. COVID-flóttamaður á Íslandi Þú ert COVID-flóttamaður á Íslandi. En það eyðileggur nú ekki fyrir okkur. Elsku Íva, það er svo frábært. Þið ætlið að flytja þetta lag sem algjörlega sló í gegn og þegar þið hafið flutt lagið þá bara bið ég ykkur að staldra aðeins við því að við ætlum svo að enda með bæn eins og við gerum alltaf hérna í kirkjunni. Æðislegt.
Þetta ekki alltaf eftir svona bænir eða? Það er ykkur nýjung. Ég sé alltaf fyrir mér orgelið með þetta. Eða ekki? Er það ekki alltaf? Er það tökum bara? Takk fyrir. Við skulum biðja saman. Mættum við sem verðum fyrir minniháttar óþægindum vegna veirunar, minnast þeirra sem eru í lífshættu. Mættum við sem höfum engan undirliggjandi vanda, minnast þeirra sem eru viðkvæmir fyrir. Mættum við sem búum við þau þægindi að geta sinnt vinn okkar heima, minnast þeirra sem þurfa að velja á milli þess að halda heilsu eða eiga fyrir leigunni. Mættum við hafa nægjan sveigjanleika til að annast börnin okkar þegar skólastarf er takmarkað og minnast þeirra sem hafa ekkert val. Mættum við sem þurfum að hætta við ferðalagið okkar, minnast þeirra sem eiga sér engan áfangastað.
Mættum við sem verðum af hagnaði í umróti fjármálamarkaðarins minnast þeirra sem alls engan hagnað hafa. Mættum við sem komum okkur notalega fyrir í sóttkví heima minnast þeirra sem ekki eiga í nein hús að venda. Þegar óttinn grípur sig, skulum við velja kærleikann. Á meðan við getum ekki vafið hvert annað örmum, skulum við finna leiðir til að vera kærleiksríkt faðmlag Guðs til náung okkar. Amen.